Komið sæl og hefjast seinni fréttir hér í sjónvarpinu. Ólafur F. Magnússon borgarfulltrúi sem sagði sig úr Sjálfstæðisflokknum fyrir jól boðar samtökum nýtt framboð í borgarstjórnarkosningunum í vor. Ólafur var gestur Evu Maríu Jónsdóttur og Kristjáns Kristjánssonar í Kastljósinu í kvöld en Ólafur var kjörinn maður ársins á Rás 2 fyrir áramótin. Hann segist líta á kjörið sem viðurkenningu á þeim manngildis- og réttlætissjónarmiðum sem hann hafi barist fyrir og það sé sér hvatning til frekari starfa á pólitískum vettvangi. Ég hef ekki áhuga á að ganga í stjórnmálaflokk, en ég hef áhuga að starfa með góðu fólki sem vill auka rétt þegar sem minna mega sín í þessu þjóðfélagi og breyta vinnubrögðum. Við höfum hort upp á harkaleg vinnubrögð til dæmis í umhverfismálum sem ekki hægt að kalla hann en valdníðslu. Það er valtað yfir stofnanir og þá sem hugsanlega eru minni hluti í þessu þjóðfélagi, bara valtað yfir. Og það verður að breyta mjög áherslur í samfélaginu. Ólafur sagði að ríkisstjórn Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks hefði sterka arma inn í báða borgarstjórnarflokkana. Hann sagðist hafa rekið sig á það í baráttu sinni fyrir öryggis- og velferðarmálum að flokkslegir hagsmunir réðu oft meiru en einfaldir brýnir almannahagsmunir. En hvernig sér hann nýja framboðið fyrir sér? Aldraðir og öryrkjar hafa verið að tala sérframboð. Ég held að það þyrfti strax að reyna á þetta núna og ég til að Frjálslyndiflokkurinn geti líka komið inn í þetta. Ég legg áherslu á það að hér verði farið fram undir merkjum breiðrar samstöðu en ekki flokka og ég hef heyrt það á aðilum úr þessum geirum, aldraðir og öryrkja, að þeir eru margir ánægðir með málflutning og ég held að við ættum bara að koma saman til liðs við hvern annan og veita almannahagsmunum hér í borginni brautagengi og að láta ríkisstjórnarflokkana fá það pólitísku viðvörun sem þurfa að fá strax í vor. Hópur undanfara frá 11 löndum kom til Kabúl í dag til að undirbúa komu friðargæsluliðs til borgarinnar. Hermenn frá 8 löndum eru þegar komnir inn í borgina til að undirbúa stöðvar fyrir friðargæsluliðið. Það verður 3500 manna lið. Fjölmennt lið fréttamanna tóku móti þeim í Kabúl. Höfðustöðvar friðargæslunar verða á íþróttasvæði afganska hersins sem nú eru varla til. Í liðinu eru hermenn frá Bretlandi, Frakklandi, Þýskalandi, Ítalíu, Danmörku, Noregi, Spáni, Rúmeníu og Svíþjóð. Ja, wir sind hier mit mehreren Nationen, um unseren Einsatz vorzubereiten, den Einsatz der International Security Force. Und wir sind mit einer kleinen Gruppe von deutschen Offizieren zusammen mit Österreichern, Niederländern und Dänen, die in den nächsten Tagen jetzt die Fakten erkunden werden, um damit die Voraussetzungen zu schaffen, deutsche Truppenteile und österreichische, niederländische und dänische hierher zu bringen. Megin áhersla er lögð á að lagfæra flugvöllinn í Kabúl og opna hann fyrir stórar flutningavélar. Það er nauðsynlegt til að flytja hermenn til og frá borginni og vistir til borgarinnar. Erfitt er að flytja þær með öðrum hætti. Stærsti hópurinn er breskur en hann kom til Afganistan fyrir jól til að sjá öryggismál við athöfnina þegar bráðabirgðastjórnin í landinu tók við embætti. We have a very strong and broad American liaison team who are based here. They're setting up now, as we are, and therefore our links with the US forces are very close, and they will continue to be close, and we're doing a lot of work with them already. Tvennar aðrar búðir verða reistar fyrir friðargæsluliðið. Önnur við veginn til Jalalabad og hinn við veginn til flugvallarins Bagram. Samkeppnisstofnun hefur til athugunar auglýsingar frá 4 fjarskiptafyrirtækjum. Ásakanir óeðlilega viðskiptahætti ganga á víxl á fjarskiptamarkaði. Síðasta dæmið er kvartanir Halló frjálsra fjarskipta vegna auglýsinga herferðar Landssímans sem sögður í villandi. Þar er ekki komið fram að sé að ræða sérstakt afsláttarverð. Er að ræða svokallað vina- og vandamannatilboð sem nær aðeins til 3 símanúmera. En það var einungis tekið fram í illlæsilegum texta sem birtist í örskotsstund í lok auglýsingana. Þegar fréttastofan bað eintök af umræddum auglýsingum, afhenti Síminn þær auglýsingar sem lengst höfðu verið í notkun, en það eru hins vegar svokallaðir kálfar, styttar og breyttar útgáfur auglýsingana. Þetta sagði framkvæmdastjóri Hallós hafa verið falsanir, en Heiðrún Jónsdóttir, talsmaður Símans, segir þau ummæli alvarleg og röng. Misskilning hafi verið að ræða, enda hafi einungis styttútgáfurnar verið í notkun undanfarna mánuði. Framkvæmdastjóri Hallós segir það ekki skipta máli.
Ég bendi nú bara hreinlega á þessar auglýsingar. Ég held að almenningur sé alveg þess komin að dæma það hvort hann hafi verið blekktur þegar hann er bent á staðreyndir málsins sem eru mjög einfaldar. Þeir eru að auglýsa verð sem enginn getur skilað auglýsa að það sé almennt verð og svo er ekki og það er þá bara blekking. Lítum á eina af auglýsingunum. Hér birtist auglýsingin sem Halló setti út á og svo að stytta og breyta útgáfan. Fylgist vel með neðsta hluta skjásins. Á flestum sjónvarpum birtist þar texti í lok auglýsingarinnar. Útgáfan sem notuð hefur verið síðan í október er hins vegar allt öðruvísi. Þar er textin á skjánum allan tíman en reyndar að óþörfu því að ekkert er minnst á verði í auglýsingunni. Samkeppnisráð setti sérstakar reglur til að koma í veg fyrir að upplýsingar verð í auglýsingum væru rangar, ófullnægjandi eða villandi. Í reglunum er ekki tiltekið nákvæmlega hvenær auglýsing getur talist villandi en fjallað hvernig verðlækkun skuli auglýst. Þar segir, þegar útsala er auglýst eða verðlækkun þarf að koma fram hvert hið upprunalega verð vörunnar var. Þá kröfu verður að gera að borið sé saman sambærilegt verð fyrir útsölu og á útsölu. En hvert er verð með afslætti og án? Lítum á nokkur dæmi millilanda símtöl hjá fyrirtækjunum tveimur. Fyrst sjáum við verðið hjá Halló. Grænu súlurnar sýna verð Landssímans miðað við fyrrnefnt tilboð en þær bláu eru almennt verð Landssímans. Hér birtist svo samskonar samanburður á innanlandssímtölum. Í bréfinu sem Halló sendi Samkeppnisstofnun er kvartað undan fleiru en auglýsingaherferðinni. Landssíminn er sakaður tæknilegar hindranir, undirboð, misnotkun upplýsinga og rógsherferð þar sem viðskiptavinum séu sögð ósannindi þjónustu Hallós. En það er ekki bara Landssíminn sem sýnt hefur umdeildar auglýsingar. Samkeppnisstofnun hefur nú til athugunar auglýsingar 3 annarra fjarskiptafyrirtækja þar sem auglýst eru ókeypis símtöl. En líkt og hjá Landssímanum er smáaletrið nokkuð smátt eða jafnvel ósýnilegt. Þá skulum við farið það sem var helst í fréttum okkar klukkan 7. Mörg þúsund manns hafa þurft að yfirgefa heimili sín í nágrenni stærstu borgar Ástralíu og Sydney vegna kjarreldanna sem þar geisa. Slökkvistarf gengur afar illa vegna veðurs og fjölda íkveikja. Nokkur bjartsýni ríkir á innlendum fjármálamörkuðum í upphafi árs. Greiningadeild Kaupþings spáir 4% verðbólgu í ár og hún geti orðið lægri ef krónan styrkist enn frekar. Í dag komst evran í almenna notkun og komist að grísku drakmunar, elsta gjaldmiðils heims. Hægt er að nota 11 aðra gjaldmiðla þar á meðal þýska markið sem lengi hefur verið sterkasti gjaldmiðill Evrópu. Íbúum á Akureyri og nærsveitum þyrfti að fjölga í 30–40.000 manns á næstu árum, þannig að Eyjafjörður geti orðið mótvægi við höfuðborgarsvæði, segir bæjarstjórinn á Akureyri. Íslensku búnaður sem upphaflega var hannaður til seiðatalningar er nú notaður til að telja fjölda gesta í Smáralind. Tæknin er sögð einstök í veröldinni. Símum hefur fjölgað gríðarlega hér á landi síðustu 3 ár. GSM símum hefur fjölgað allra mest og áskriftum á línum sem tengjast tölvum hefur fjölgað hlutfallslega næstu því jafn mikið. Notendalínum í almenna símakerfinu fjölgaði á árunum 1998 til 2000 úr 178.400 í rúmlega 196.900 eða 11%. GSM áskriftunum fjölgaði hins vegar úr rúmlega 78.500 í rúmlega 187.600 sem er meira en tvöföldun og GSM símarnir stefna hraðbyri í að verða jafnmargir og almennu símarnir. Svokölluðum gagnaflutningslínum og áskriftum að þeim fjölgaði einnig verulega eða á rúmlega 9.700 í rúmlega 22.800 sem er rúmlega tvöföldun. Almennir símar á hverja 1000 íbúa hér á landi voru 695 árið 2000 en GSM símarnir 662. Árið 1998 voru GSM símar hér á hverja 1000 íbúa, hins vegar 285. Finnsku prammi með 13.000 tonn af kolum og 70 tonn af olíu strandaði á Hólmagatu utan við Umeå, Svíþjóðarmegin í Botníska flóa í gær. Prammanum var ítt áfram af dráttarbát. Áhöfn hans veitti því athygli að prammið var að lækka í sjó og kom þá í ljós leki. Talið er hann að stafi af því að pramminn tók niðri fyrr í ferðinni. Ekki voru tök á því að gera við lekan á staðnum og ákvað áhöfnin að ýta honum upp á Sandeyri svo hann sykki ekki. Pramminn var á leið frá Rússlandi með kolinn til Brahestad fyrir norðan Vasa í Finnlandi. Þarna var hið fegursta veður í gær en hvessti og kólnaði í nótt. Dráttarbátur fór frá Vasa í nótt til að aðstóða en hefur ekki getað aðtafna sig í dag vegna veðurs.
Verulega líkur eru til að pramminn verði að liggja þarna sinn vegna frosta og ísa. Engin leki hefur komið að oljutöngum í prammanum. Áfrýjunarnefnd hugverkaréttinda á sviði iðnaðar hefur úrskurðað að Þórarinn Jón Magnússon hafi einkaleyfi á tímaritsnafninu Samúel en útgáfufyrirtæki Fróði taldi sig eiga rétt á nafninu. Þetta í samræmi við niðurstöðu einkaleyfastofu sem hafði skráð Þórarinn Jón eiganda nafnsins. Þórarinn Jón Magnússon hóf útgáfu Samúels árið 1969 og gaf það út sleitulaust til 1994 en þá keypti Fróði útgáfu þess og 8 annarra tímarita sem Þórarinn Jón og félagar hans gafu út. Fróði hætti fljótlega að gefa Samúel út og þegar Þórarinn Jón hugðist lífga blaði við 5 árum síðar andmælti Fróði á þeirri forsendu að útgáfan ætti réttin á nafninu og hefði einungis hætt útgáfu blaðsins tímabundið. Í fréttatilkynningu frá Þórarni Jóni segir að deilumál hans og Fróða hafi verið til meðferðar hjá lögfræðingum einkaleyfastofunnar í 2 ár. Þegar hún staðfesti loks skráninguna síðastliðið sumar hóf Þórarinn útgáfu Samúels á ný. Skömmu síðar eða í ágúst áfrýjaði Fróði málinu til áfrýjunarnefndar hugverkaréttinda. Úrskurður nefndarinnar byggist á því að Fróði hafði ekki notað merkið Samúel í 5 ár þegar Þórarinn Jón lagði inn umsókn sína. Í niðurstöðum segir að vörumerkjaréttur Fróða sé fallinn niður vegna notkunarleysis. Þórarinn Jón hafi því sama rétt og aðrir til þess að nota og eða skrá vörumerkið Samúel. Nýtt tölublað af Samúel sem biður hefur tilbúið til útgáfu þar til úrskurður áfrýjunarnefndar lagi fyrir verður sett í prentun á næstu dögum. Manchester United komst í kvöld í annað sæti ensku úrvalsdeildarinnar í knattspyrnu með sigri á Newcastle 3-1. Paul Scholes skoraði 2 mörk út af Nistelrooy 1 en Alan Shearer minnkaði muninn fyrir Newcastle. Leeds efst með 41 stig, Manchester United, Newcastle og Arsenal hafa 39 stig og Liverpool 38. Þau 2 síðastnefndu eiga leik til góða. Fulham vann Derby 1-0 í deildinni í kvöld. En besti tennisleikari landsins, Arnar Sigurðsson úr tennisfélagi Kópavogs, hyggst gerast atvinnumaður á næstunni. Arnar hefur verið í hópi bestu tennismanna Evrópu í sínum aldursflokki og telur nú tímabært að halda lengra. Arnar Sigurðsson var 20 í nóvember. Hann hefur árabil verið besti tennismaður landsins. Það vakti athygli þegar hann komst fyrstur Íslendinga á lista 100 bestu tennismanna heims 18 ára og yngri. Síðan rutt hann brautin á aldursflokka stærstu móta eins og Wimbledon á Englandi. Nú tekur hann næsta skref og telur sig eiga ágæta möguleika. Já, ég tel það og ég er búinn að stefna því lengi að fara í þessu atvinnumennsku og ég fulla trú á því ég geti staðið með þar. Þrátt fyrir ungan aldur hefur Arnar verið mikið erlendis síðustu árin. Hann hefur ásamt fleiri íslenskum tennismönnum æft og keppt með þýsku félagsliði. Hann var kjörinn tennismaður nýliðins árs, þá varð hann 3-faldur Íslandsmeistari og lék vel með landsliðinu á smáþjóðaleikunum og í Davis-bikarkeppninni í Suður-Afríku. Ertu búinn að vera í Þýskalandi í vetur? Nei, ekki vetur, núna í vetur var ég að klára mennskóla Kópavogi, þannig að það er búið. Þess vegna ætla ég að fara í þetta verkefni eftir jól. Og hvernig byrjar þetta? Hvernig kemst maður í atvinnumennsku í tennis? Þetta er svona svipa gólfinu, þetta er sem sagt, maður byrjar á komast inn í mótin og safna sér stigum og þá byrjar boltinn að rúlla. Arnar er enn við æfingar hér heima og keppni var í fullum gangi hátíðirnar. Hann sigraði Davíð Halldórsson í úrslitum karla á jólamóti tennissambandsins. Arnar Sigurðsson heldur á vit ævintýranna í lok mánaðarins. Hann reiknar með stífum ferðalögum og keppni það sem eftir vetrar en leikur með hennu þýska félagi sínu í sumar. En hvernig gengur að fjármagna dæmi? Kópavós bara hefur verið duglegur að styrkja mig og svo var ég með afreksmannasjóð og svona. En það þarf meira, þetta er tónlega dýrt og það er verið að leita bara, reyna fjármagna þetta. Eru menn að búa til hlutafélagum eins og kylfingana? Ekki ennþá allavega, það er góð fyrir mig. Sýningin Íslensk myndlist á 20. öld stendur nú yfir í listasafni Íslands. Við ljúkum fréttatímanum með svipmyndum frá þeim hluta sýningarinnar sem tileinkuð brautriðjendum 20. aldarinnar. Minnum á fréttir á samtendur ásum útvars á miðnætti og svo að sjálfsögðu sjónvarpsfréttir á morgun klukkan 7. Verið sæl. Sumar
að finna allt land. Sparisjóðurinn af öllu hjarta. Gott kvöld. Það kemur til með að vera vætusamt hér sunnan og vestanvert landi næstu dagana en rofar þó til öðru hverju og svo gerist í nótt að það verður styttir upp núna en verða smá skúrir og líklega slittuél þegar líður á morgunin en skilin fara austur yfir landi og úrkoman verður komið austur að landinu á hádegi á morgun. Það kólnar en svo hlýnar aftur annað kvöld. Þannig að á föstudaginn gert ráð fyrir að verði rigning sunnan og vestanvert landið, allt hvass eða hvass vindur og hitinn vel yfir frostmarki upp undir 10 stig en það verður líklega úrkomi lítið fram eftir degi á norðausturlandi. Á laugardaginn svo rofar til í bil vestri og kemur til með að koma inn á land aðfaranótt sunnudagsins þannig að þá búist við að verði sunnanátt og rigning, nokkuð stíf sunnanátt fram eftir deginum en síðan gengur í vestlægar áttir og kólna lítillega. Smáran að finna allt land. Sparisjóðurinn af öllu hjarta. Skildu óvinn þinn, frá þeirri stundu sem þú skilur hann hann ekki lengur óvinnur þinn. Björgvin Ómar Ólafsson. Jólaball Eflingar stéttarfélags verður haldið laugardaginn 5. janúar klukkan 15 í versölum Iðnaðarmannahúsinu Hallveigarstíg 1, miðasala á skrifstofu Eflingar, stjórnin. Hrós besta næring ástarinnar, viðurkenndu ávallt það sem vel gert, Björgvin Ómar Ólafsson. Krabbameinsleit í Vestmannaeyjum 7. til 11. janúar, pantið tíma þegar þið fáið bréf frá okkur, Krabbameinsfélagið. Ljósmyndadagatal fylgir hverri framköllun, Kodak Express. Leysisprentari 29.900, Vitrameta 2 skrifstofustól 59.900, Konig reiknivél 6.900. Byrjaðu árið með betri innkaupum. Pennin, sérverslun í 70 ár. It's never been done before. It's gonna need planning and a large crew. Hvelfing sem ekki hægt að opna. Casino security cannot be beaten. Óvinnandi leikur. You're a dead man. En féð í húfi. 150 million without breaking a sweat. Áhættunar virði. You're either in or you're out. I'm staying in. Ocean's 11. Jólamyndin í ár. Hei, hvert þú að fara? Nei, hvað senda? Af hverju að sækja þegar þú getur fengið sent? Oddi. Stærsta útsalan á besta stað í bænum. 105 verslanir á einum stað. Kringlan.